looking for some trouble, you were looking alright. Every time you said a word, I was staring at your lips. I don't think I've ever been so close to a love like this. I never met someone like you. I never felt this way. Ooh. Sipping on a little something, I've been sipping too much. I just poured myself a double and I'm thinking about us. Every time I see your face, I think of what I lost. How could all the little moments that we had be so far gone? I never met someone like you. I never felt this way. Ooh. How does this end? Collecting up my thoughts, I'm ready to pretend. How will my head get back to thinking straight again? But I can't see an out, and I don't mean to put all my doubt on you. And I know you're struggling too. When you carry the weight, when you carry the weight.
anyway, then here we go. Nota eitt strax. Oh my god! What? Hvað gerðist? Krissi notar út sitt, veist, þetta er bara frábærlega að spila. Þetta er búið! Er þetta búið? Eru útar búin að grípa titilin hérna? Ótar vinna! Þetta er allt að gerast. Og Tröll eru sigurvegarar fyrstu deildarinnar. Hann er lifandi. Kemur út að rock. Sýna þeim! Sýna þeim! Dusty! Leikmenn áðan voru eitthvað að panika, við varum að tala mikið og vilja fara inn í leikinn og svona. Ég segi að við snúum þessu við, förum bara inn í leikinn. Góða kvöldið, kæra áhörundur og verið velkomin aftur í tölvulistadeildina. Í kvöld ætlum við að horfa á viðureign Sela og Trölla, núna klukkan 6 og síðan á eftir Þór og Jötun. Ég heiti Guðný Stefánía, öðru nafni Guðst og með mér í kvöld er... Já, ég heiti Óskar, inn í leiknum El Maestro og við ætlum sem sagt að vera lýsendurnir ykkar í kvöld, þessu góða kvöldi, eins og Guðný sagði, byrjum á Selum og Tröll sem verður vonandi æsispennandi viðureign. Já, ég hef bara mikla vonur fyrir þennan leik sko. Ég held að þetta verði pínu kannski upp í móti fyrir Tröll því að Selir eru búin að vera mjög sterkir. Já, Selur eru búin að vera on fire nýlega. Þeir eru búin að vinna núna 3 í röð. Tókst að sigra Dusty sem að var svolítið mikið, kom mörgum óvart, var ekki væntingar margra. Já, sérstaklega því að Dusty tók úrslit síðasta tímabils. Já. En þetta ætti að vera góða leikur á milli Selum og Trölla því að eins og við sjáum hérna uppi, Selir eru í öðru sæti, búin að vinna alla og Tröll í 3. Var búin að tapa 1 en vinna 2 leiki. Tröll töpuðu fyrsta leiknum sínum á móti mjög sterku liði Þórs sem eru á toppnum. Þannig að það er óhætt að segja að þetta séu 2 mjög sterk lið. Sannlega. Tröll eru búin að vinna Jötun og Böðla sem að eru neðst eins og er. Já. En Selur eru búin að vinna Böðla, Dusty og Jötun fram með þessu. Þannig að... Einmitt. Þannig að svona, ef við tölum hvernig við höldum að þetta fari og væntingar okkar í kvöld, þetta verður vonandi jafn leikur en ég held að mögulega á blaði séu Selir að fara inn í hérna leik aðeins sterkari, aðeins heitari, aðeins hérna... Þeir eru á blússandi siglingu, Já. Eins og er. Þeir eru með snjóbolta sem er rúllandi niður fjallið og nú er Tröll þurfa að stoppa þann snjóbolta áður en að verður of stór. Já. En til dæmis þá Selir unnu Böðla 3-0 meðan Tröll unnu Böðla 3-2 þannig að það virðist eins og þetta hafi verið auðveldara fyrir Seli. Já. En Tröll samt sem áður, við erum með háar væntingar fyrir þá í kvöld. Þeir eru með gríðarlega sterka leikmenn eins og Haffa, Cool og Munda til dæmis. Já. Prosper, Chaos og Young Marco. Já, það er enda spurning hverju spila í kvöld. Við vitum ekki alveg nefnilega. Það gætu komið varamenn inn eða einhvers konar hérna, við kallum það ringerar. Þannig að það kemur bara í ljós. Já. Ok, við erum að heyra Mundi, Sindri, Haffi, Cool, Chaos og Young Marco. Var það ekki rétt? Ok, þeir eru að spila fyrir Tröll. Þannig að ég ætla hann að bind háar vonur við Haffa Cool sérstaklega þar sem hann er fyrirverandi hérna pró í senunni og spila í Ameríku. Alltaf gaman að sjá Haffa spila. Minna gaman að vera mótunum samt sko. En gott að vera með þessu. Algjörlega, hann er gríðarlega sterkur á tanknum. Já. En Selir. Frankie Boxing. Selir eru mjög með frábæra liðsheild. Algjörlega. Og þeir sýndu það í síðasta þegar þeir komu öllum á óvart og unnu Dusty 3-1. Já. Þeir eru með Frankie Boxing, Gummi Kolman, Andúriel, Thunder Þór, Snors og er að koma inn varamaður, Ringer, eins og við kallum hann. Já. Grinkachu.
Já, hann kemur inn líklegast á supportið ekki. Já, við vitum ekki fyrir hvern hann er komin. Annarkvort fyrir Thunder Thor eða Snors. Já. Okkur fyrir Thunder Thor, þannig að Snors og Green Kachu verður support line-upið í dag. Já. Mikið af varamönnum í dag. Já, Sindri er einnig varamaður hjá Tröllum. Hann var í landsliðinu. Þannig að við hlökkum til að sjá hvað Sindri getur gert. Það er alveg klárt mál. Sindri var í introinu Já, á Genji. Þannig að kannski sjáum við hann spila Genji í kvöld. Kannski. Það væri ansi gott. En já. við byrjum á Lijiang Tower. Já, við byrjum á Lijiang. Alltaf skemmtilegt map. Bæði lið hafa mikla reynslu að spila Lijiang. Af því þetta er náttúrulega Overwatch 1 map og flestir af þessum leikmönnum en þessi báðum liðum eru nefnilega búin að vera í almenna byggarnum alveg bara síðan í byrjun. Þannig að þetta eru alveg mjög reyndir leikmenn. Örugglega búin að spila Lijiang mörg 100 sinnum, þessir players, mörg 1000 sinnum ef það talið saman. Örugglega. Já. Þannig að við erum bara... Ef að tala hvað við getum búist við frá leikmönnum. Já. Dive er svolítið mikið mettað einmitt núna. Þannig að ég er að búast við Hafakul á annarkvort. Hann er frægur fyrir dífuna náttúrulega og kannski mögulega fyrir hann Winston. Það verður örugglega að spila mjög mikið Tracer í dag. Já, Tracer eru örugglega bara í flestum, ef ekki öllum komps. Já. Hjá flestum liðunum. Kannski svona við... hringlaði aðeins til og frá en já, báttið Tracer. Já, svolítið fjölbreyttara hvað þeir eru búin að vera að spila af support til dæmis. Það búið að vera mikið af Kiriko og Önu og nú er Juno að koma sterkinn, hún er víst mjög metta. Já. Þannig að við gætum sé góða blöndu af þessu. Ætlum við sjá mikið mest af Önu og Juno mögulega. Það kemur ljós. Svo er Gummi Kólmann, við erum ekki búin að nefna hann. Nei. Það er svolítið geggjað dýnamík. Við erum með Gumma í Selum og Munda í Tröllum. Já, það er bara, ef að við fáum Widow map, þá erum við að fara að sjá Widow duel hjá Munda og Gumma og það er alltaf yndislegt, skemmtilegt að horfa á. Já, þetta eru tveir legendary hitscan-spilarar í íslensku senunni. Gummi Kólmann og Mundi. Þetta eru tveir kongar, miklir turnar þegar kemur að spila hitscan og já, við fáum svo Widow duels frá þeim, vona ég. Já. Ég reynda að spila Gummi mjög mikið Ash, en hann verður örugglega að spila mikið Ash, já. Mundi mun örugglega bara fara Widow og neyða Gumma yfir á Widow, af því að Widow Ash djúlið, Widow yfirleitt vinnur það sko, Widow maker. Akkurat. En þetta verður spennandi í dag. Ef að Selir vinna, þá halda þeir sætinu sín í öðru sæti og Tröll þurfa að taka á sig tap og halda þriðja sætinu. En ef að Tröll vinna, þá reyndar komast þeir ekki upp fyrir Seli en þeir komast ansið nálægt þeim. Þannig að þá verður baráttunum annað sætið mjög Það kemur pressa í toppinn. Þeir eru klálega að pressa helling á Seli og pressa á toppinn. Þannig að ég myndi ekki segja að Tröll eru meira svona þurfa en að sigur meira. Já, þeir þurfa hann. Þeir eru að reyna að blanda sér í toppbaráttuna. Já. Og það verður, já, ansið dýrt fyrir að þau tapa þessum leik. Gæti verið það. En, já, Seli lenda náttúrulega í öðru sæti í úrvalsdeild síðasta tímabils. Það virkilega verið spila hjá þeim þar sem að þeir spila á móti Dusty, töpuðu þar. Komu síðan aftur núna fyrir 2 vikum síðan og unnu þá. Nákvæmlega. Þetta var svo góð endurkoma. Sparki rassin á Dusty. Nákvæmlega. Ég hugsa að þeir muni nú fara að gefa þeim í sko að ekki láta þetta fara bara einhvern veginn allt bara niður við. Og síðan voru Tröll í fyrsta sæti í fyrstu deild. Þannig þeir unnu sér rétt á að keppa í tölvulistadeildinni núna. Já. Þannig að þeir eru að koma aftur inn í tölvulistadeildina. Þá getum við hoppað inn í fyrsta mappið okkar sem er Lijiang. Og strákanir eru að velja hetjur. Lijiang að degi til. Lijiang að degi til. Ok. Gaman að því. Þeir virðast ekki vera að loka tímkompinu sinni Selir allavega. Ég býst ekki við að sjá þá halda sér á Queen. Nei. Það væri mjög áhugavert. Þeir munu teleport út úr spawn. Tröll eru... Já, þannig sjáum við Chaos, Young, Marco, Haffikul, Sindri og Mundi í Tröllum.
Myndið búin að skipta yfir á Tracer eins og var hægt að svona búast við. Já, heyrðu, þeir halda Queen Ó, og Selur eru að taka fyrsta fætið. Einhver veginn, tröll hrynja. Andúriel náði Young Marco líklegast í baklínunni. vel gert. Úff, Úf, Andúriel deyr á móti mynd að þetta var smá agaleysi frá Andúriel. Hann hefði líklegast átt að halda sér úr lífi. Tröll eru með pick. Tröll geta farið hratt inn, þeir eru með hratt dive-comp og... Nei, Sindri fellur. Þess. Ó, þetta byrjar ekki nú að velja tröllum, finnst þér það? Nei, Okkur datt í huga að Gummi myndi spila As. Það er uppáhaldshetjan hans, held ég. Hann spilar þannig mjög mikið As. Áhugavert að Sindri sé á Echo, sjáum hvernig það gengur. Gummi er líklegast næra refsunum eitthvað sko á As. ég er að rótita hérna inn. Í staðinn fyrir að fara yfir brúna. Já, byrjar fætið. Tröll Haffi á Monkey að reyna að gera eitthvað, að minna Winston. Inn fyrir Franki á Queen, hann fyrir ekki allir litið inn og Sindri er picked af Andúriel. Sér gott anti-nate hana. Ok, og nú eru liðin bara að treyta hægri vinstri, Gummi fellur. Haffi púlar inn! Virðist lifa, ok. Myndi lifur á Tracernum. Haffi alveg að fá Primal, poppar Primal. Þetta var gott sleep. Huge sleep. Huge sleep hjá Young Marco. Allir í tröllum eru low, Young Marco fellur. Ok, Selur virðast vera að taka þetta fight. Franki Bóksinn ætlaði bara ekki að deyja hana. Og Haffi fellur á endanum. Nú eru Selur með fleiri ults heldur en tröll. Já, nákvæmlega 4 ult á móti tröllum sem eru með 2 ult. Þetta er ansi erfið staða fyrir tröll. Sjáum hvort þið geta gert eitthvað með Nano og Winston, Haffi fyrir inn. Selur svara með fullt af ults, Rally og Bob og öllu bara. Þetta virðist vera að ganga betur á Selum, þeir eru að taka þessi picks. Og þetta fight virðist bara vera að fara, Selur virðist vera að taka þetta. Og þeir tóku það. Þetta voru yfirburðir frá Selum á fyrsta mappinu, 100-0 á Lijiang hérna, var þetta ekki Gardens? Jú. Jú, þetta var Gardens. Hérna eru komin inn á Voru komin á Lijiang Night Market. Night Market, Day Market. Já. Já, Selur á hérna Brick Juno Company, ég var ekki að búast við því. En það virtist hafa virkað mjög vel fyrir þá. Og þetta er í fyrsta sinn sem Franki spilar Jungle Queen á þessu tímabili. Hann er so far bara búinn að spila Winston og Reinhardt. Þannig að þetta er alveg nýtt komp frá Selum sem við erum að sjá hérna. Og það er virkað mjög vel fyrir þá. Fáum hérna teleport frá Andúriel. Teleport út úr spawn. Og tröll gera slíkt þið sama. Svissa báður yfir á Tracer. Það er spurning hvort tröll geta svarað Selum eftir ansi sannfærandi fyrstu umferð frá Selum. Huge anti-nate af Franki, hann bakkar, lifir þetta af. Andúriel er mennis í baklínunni hjá tröllum, er bara... Þetta er Andúriel sjóið í dag, hann er bara... Hann gerði þetta líka, hann pikkaði Young Marco í síðasta fæti líka, á síðasta mappi. Tröll verða að gera eitthvað til að díla við Andúriel, því að hann er að gera mikið hérna. Kannski Sindri komin á Tracer til að reyna að vakta Andúriel. Ok, Andúriel eldir mynda. Huge Tracer dúlina. Það var alveg niðursvöld hjá hann að skipta. Sindri er... Og Mundi tekur Andúriel, huge pick. Mundi sýnur hann hver er í buxunum í þessum matchupi. Það má ekki gleyma fyrir buxum. Þetta er mjög mikið kaos, dive á móti dive. Jungle Queen reynir að lifa einhvern veginn, hann lifir. Eða Franki minna ég. Það er verið að berjast á mörgum vígstöðum hérna í þessu stríði sem er þessi leikur. Gummi nær 2! Kjellin er svaðalegur sko. Jæja, ok, ef Andúriel fellur þá segir Gummi Kólmann, nei, heyrðu, ok, ég skal bara hífa upp með mig brækunar og sjá um þetta. Þessir Selustrákar eru mjög góðir að styðja hvort annan. Ef einn fellur þá stígur einhver annar upp og lyftir liðinu.
En nú þurfa tröll að svara, þeir eru með nokkur huge ult, Selur eru líka með ult. Nú er spurningin, hver nær að vinna fætið og nota færri ult? Þetta snýst allt ult economy einmitt núna. Andúrja Lár, næri mega. Og hann fellur! En einnig gerir Young Marco. Tröll er í verri stöðu hérna, þeir mistu Önus með næst í með Nano. Haffi er að primala samt, hvað getur hann gert með því? Næri engum, það lifa allir primalið hans. Það var Juno ult í gangi hana, hjálpaði þeim öllum að halda lífi. Huge Juno ult frá Gringkachu, varamannunum hjá Selum. Þeir fengu einnig Gringkachu til að vera varamann í síðasta leik. En þetta virðist alltaf vera klárast, Selur eru að hreinsa þetta upp. Happykúl kemur inn desperately á bólunum að reyna að gera eitthvað, ég sé ekki hvernig hann getur gert eitthvað. Sindri í MPR, gerist eitthvað með því? Nei, hann fellur bara. Selur halda sér á lífi. Vá. Jæja, við sínum Selur verður að taka fyrsta mappið. Þeir taka Lijiang, 1-0 fyrir Selum. Já, Vái. þetta var nokkuð spennandi á blaði en fór 100-0 báðum umferðum. Gummi Kólmann með play again. Jep, grís leiksins hérna. Grís leiksins er Gummi. Já. Hann klikkar hausa. Oh my god, Haffi. Já. Haffi. Hvernig lætur hann gera þetta við þig? Já. Þetta er örugglega bara því að Haffykúl, hérna, við vorum að frétta það að hann er að vera faðir í vor. Já. Þannig að hann var kannski bara átti erfitt. Hann kannski ekki alveg fókuseraður. En flott hjá Gumma, náðu hann út á mappinu. Glæslegt hjá Selum, Selur tók þetta. Hvað fannst þér um hennar leik? Það var bara vel spila hjá þeim, sko. En Tröll stóðu sér alls ekkert illa. Það var Nei. bara, já, Selur aðeins meira bara fókuseraður, spilaði þessi leik og tók þetta frekar samfærandi 100-0. Þetta lítur dálítið illa út á blaði, sko, 100-0 Já. Nei, var það 100-0 seinni umferðin? Held ekki. Já, En ef það var, þá tóku þeir frekar. það var það ekki, held ég. En Já. Já, einmitt. Tröll átti mjög erfitt með að halda sér á líni, halda sér portunum sínum á lífi. Já, Andúriel var bara í Andúriel var menace. Aumingja Hann var Marcus, Young Marco var að reyna að halda sér á lífi. Það var ströggul. Já, mjög erfitt með svona góðan tracer. Já, Tröll voru svolítið mikið að reyna að bara leyfa Haffa, að segja Haffa að fara áfram greinilega og gera eitthvað. Og það greinilega vantaði píli í baklínunni. Kannski myndi hjálpa að maður ef Haffi færi dífu. Já. Það er möguleiki. Reyna að DM-a tracer. Einhvern tímann sagði Haffi við mig að góð dífa getur bara haldið góðri tracer bara í gíslingu og stoppa hana frá því að gera neitt. Þannig að kannski ætti hann að hlusta á sjálfa sig og gera það. En Selur stóð þessi frábærlega vel, eða ekki? Jú, mjög svo. Já, einhver hápunktur. Gummi var náttúrulega mjög flottur. Og bara Andúriel líka. Ég var ekki að búast við að Gríðarlega vel spilaði hjá þeim öllum fannst mér. Já. Ég var ekki að búast við Junker Queen frá Franky. Það var mjög óvænt að mínu mati. Því að við erum með tölur hérna að Franky hefur spilað í síðustu 3 leikjum. Winston 5 sinnum og Ryan 5 sinnum. Já. Það eru eina sem hann hefur spilað. Ég held að hann tók dífu einu sinni. Ok, mögulega, en hann tók dífu 3 svar. Nei, Junker Queen. Já, ok. Við erum að fá einhver falin skilaboð hérna. En já, Selir maður. Þeir eru með Gringkachu. Heyrðu, það er búið að velja næsta mapp, Gibraltar. Skemmtilegt. Frá, já, vantarlega völdu Tröll þetta, já. Já, þá Það er meikar það meira sens. dive. Tröll fíla dive, Gibraltar er algjör dive mapp. En vonandi er ekki langt í að við förum í næsta leik. En já, þá kannski búist við meira við, kannski, ætli þeir haldi ekki bara áfram að spila sama Tröll. Þetta virðist vera það sem þeir eru búin að æfa. Það getur oft verið hættulegt að skipta komp, sko. Bara til þess að prófa eitthvað nýtt. Af því að það er oft þannig að þú ert bara heldri við það sem þú ert búin að vera að æfa. Það virkar oft vel. Já, það getur verið vant að vera eitthvað hringla í þessu svona. Nákvæmlega. Sérstaklega ef maður hefur tekið upp einhverja æfingu áður en leikurinn byrjaði. Já, nákvæmlega. Já. En samt á sama tíma eru þetta vanir menn. Þeir eru vanir að counterpicka og þeir kunna allar þessar hetjur. En sjáum hvað að gera. Og
Já, tröll, hvað ætli þeir fara? Þeir voru náttúrulega Tracer allan tíman, eins og við sögum bæði lið spiluðu Tracer. Það verður pottitt áfram meira Tracer. Pottjett. Ég trú ekki öðru, sko. Tracer er svo góð núna og er bara, já, Já. út allt. Eins og hún er í leiknum. Bara zoom. Já. Tracer er Ættir alltaf ekki. góð. Mm. Ég svo ef hún er ekki góð þá buffa þér hana strax. Einmitt. Og selir, Þeir nú er geta kannski líklegt að þeir bara fara í dive á móti. Þetta er náttúrulega dive map. örugglega. En einmitt, við náttúrulega fengum að sjá Jungle Queen síðast kom sem var óvenjulegt. Mm. Og Juno Brigg, kannski líklegt að með öllum þessum high grounds að selir fara í önu núna. Kannski Anna Juno. Mögulega. Anna Juno er stert komp. Síðast En- voru er Brigg Juno. Ég væri mjög til í að sjá Vito hérna hjá báðum. Já, Ég trú ekki öðru. En Vitto bara er svo ótrúlega brotætt á móti dive að Já. ég er svona hálf smeykur að ef að bæði lið fara Vitto Mm. þá er hún bara að fara að deyja í fyrsta fætinu. Maður segir sem þetta og síðan næra Vitto alltaf pick fyrst. Ef hún er pick, þá bara, Mhm. hvað maður að gera? Þá var maður að baka bara og byrja Já. bara nýtt. Býða eftir fólki. Það er fluga hérna inni. Þú veist ekki. Ég vissum hún sést ekki í útsendingunni. Nei. Annars er, sko, maður sér alveg Vitto á Brigg, á Gibraltar minna á Brigg. En Vito og Bryggja. þetta mapp er ekki með lengstu sidelines, þannig að Nei, ekki og það er, þú veist, það er alveg ágætlega auðvelt að navigata í kringum mappi til þess að komast að Vittomaker. Mm. Ef ég ætti ekki ská held ég við sjáum ekki Vitto, en við sjáum definitely Tracer. En mér langar að sjá Vito. Það er svona mín ósk. Já, ég held að vera á öðrum mappi en Gip, en bara kemur í ljós. Ég var bara í ljós. En, Eitthvað fleira sem við höfum að, hérna... Já, það styttist í að við förum in-game. Búumst við að sjá mikið dive hérna. Mm. Sindri var að struggle á Echo, ég var að nefna það. já, þetta var ekki alveg nóg gott pick. Já, þetta er típist Sindri, alveg, ég ætla að fara á Echo strákar, ég spila Echo, það er ekkert mál. Og svo bara, en Hann er rosalega góður á Echo, en já, af hverju fór hann ekki að Genji bara? það er rosa erfitt að segja. At the end of the day, þá er þetta team game, Já, þeir standa að falla saman. þetta er náttúrulega, Já, bæði lið á Önnu og Brygg, ég var að búast við að sjá Önnu, bæði lið á Vitto. Rétt hjá þér. yey. Þetta verður algjör veisla fyrir okkur. Já, Þessi tveir risar, Gummi og Mundi á Vitto-djúlinu. en fallegt að þeim að gefa okkur svona smá trít. Algjörlega, Franki velur Dífu, Haffi á Winston. Mér finnst líklegt að Haffi skipti af Winston, en það kemur í ljós bara. Selir byrja að verja hérna. Þetta eru gríðarlega líkoms. Halló, Tröll, nei, Tröll eru bara TP út og sem megasens. Síðan fer Sindri örugglega Tracer. Oh my god! Mundi! Gummi Kólman tekir mig bara einhvern veginn niðri. Hvað var hann að gera þennan við? Standandi á low ground. Þú getur ekki leyft þetta, þú getur ekki gert þetta fyrir fram að Munda. Hann leifir þetta ekki. Nei, Þetta þetta var, Sindri kominn á Genji, það sem þú sagðir. Þú vildi sjá Genji og hér kemur hann. það pínu erfitt með bryggana, en ég hef trú á hann, Já. ég hef trú. Bæðilið með Önubrygg. Shit. Það voru ekkert ólíklegt. Tröll reyndar með Monkey og Genji og mögulega leitað nanobreytinu. Sindri djúpt inn, þeir eru að leita að Andúril og Tracer. Hann getur að stoppið, Andúril sleppur ekki. Nei, Lífir Sindri, já, virðist vera það, ok. Tröll eru með smá advantageina, einn mann uppi. Gummi er komin aftur, en... hættur. Á, Gummi! Nei, maður! Mundi er mættur! Eins og var sagt henni í Den, hann er sóðastrákur. Frækt quote frá Ó nei, Sindri fellur samt fjall á móti Snorrs. Þetta er hægt reipitug. Tröll geta ekkert ítt áfram meðan hann vantar mann. Það er rosa sárt að missa menn. Ok, Tröll chilla aðeins. Nú hefst Vitto-djúlið. Unu. Ok. Þetta er að gerast hérna. Nei, ekkert gerist í bili hjá þessum Nei. strákum, þessum góðu Þetta drengjum. var
Ég var stressuð. Sindri er low, inn kemur Nano frá Snors á dífuna. Hvað getur dífa gert með þessu Nano? Meina ég Franky Boxing. Hann fer bara eitthvað, það veit ekki hvert það er að fara. Finnur engan. Ok, Haffi er að reyna að fara á baklínuna, virðist alltaf bakka. Ó nei, Sindri. Inn fyrir hann, Sindri er low, Mundi! Oh my god. Ah. Mundi maður. Við höldum inn í okkur andanum í hvert skipti sem við sjáum Munda. Já. Ég myndi ekki vilja mæta honum sko. Þetta eru, hann er stórhættulegur á vittum. Gummi Coleman meira þekktur fyrir assina sína, þannig að hann virðist vera að struggla á Widowmaker. Þannig að spurning hvort hann skiptir yfir í assi eða heldur Widow. En við vitum þó að hann er góður á Widow. Haffi smá... Oh my god, no. Ó nei, Haffi fellur fyrir Pulse frá Andúriel. Ok, Tröll... Sko... Tröll virðast vera að struggla hérna á þessu. Þeir hafa... Ok, þeir hafa mínútu og 10 sekundur til að klára mappið og Selur eru bara með hreint markmiðina, þeir þurfa bara að halda Tröllum á þessum punkti í mínútu yfirbót. Tröll eru með 2 út, Selur bara með 1. Haffi er komin á dífu. Ok, innfara... Já, ég bjóst við því. Ok, Tröll með 1 pick á Gumma. Inn kemur Nano á dífu, getur hann gert eitthvað með því? Nei, Franky er fast við niðri, ok. Hann er bara antík. Út kemur rally frá Chaos, absolutely huge rally. Bomban gerir ekki neitt. Ok, Tröll virðast alltaf að taka þetta núna, það hlýtur að vera. Selur er að falla einn á einu. Já, hérna kemur hann, C9. Nei, contesta. Já, þeir eru desperate. Þegar Vittu er á point, þá ertu pínu desperate. Einhvern veginn slapp Gummi Coleman með lífið sitt. Kærðu þeir sig ekki með eldan of mikið. Franky komin yfir á Winston. Þetta er... Ó nei, hann er dauða hérna. Ég meina, Franky var á dífu og Haffi á Winston. Og til að svara því fór Haffi af Winston og yfir á dífu og nú er Franky búinn að gera öfugt. Vita þeir ekki að... Yfirleitt er það þannig að dífa counterar Monkey frekar en öfugt, sko. En... Ef að tala um ultstöðuna hérna. Fá ult, Haffi með bombu. Mjög fá. Bæðilega að taka stöðu hérna. Widow-djúlið, þetta er gríðalegt. Þetta er bara skák hérna. Gummi nær Sindra. Það halda... Ok, inn fer Franky á Monkey. Ok, Selur virðast bara ætla sér að vinna þetta fight. Það er ekki stens að Young Marco lifir, nei. Alltaf er flott hjá Selum að vinna þetta fight. Þeir gerðu það með 0 ult. Tröll sömuleiðis. Haffi notar bombu. Það er ekki sérstök. Það langaði bara að remekka. Það er svo sem skiljaðilegt. Ok, Tröll virðast vera að leita að nanobleitinu hérna. Sindri super low. Mundi fann Gumma. Ok. Þetta gæti verið það sem Tröll þurfa til að ná að ýta pelotinu. Og Sindri nær Franky. Nú verður Tröll að segja, ok, engin ult. Þeir eru að undirbúa það að nanobleita, ég sé það bara á þeim. Út kemur rally. Sindri anti! Sindri fekk ekki nano! Hann fellur! Þetta er huge frá Selum. Nú þurfum við bara að vinna fightið, þeir eru með risa advantage. Nanot Brick sem er ekki með nano lengur. Huge anti-net! Náðir Chaos! Hann lifir, hann nær! Hann fellur! Selur eru gjörsamlega að klötsja þetta. Ég var að tala um þetta. Svakar þetta anti-net aftur hana. Mikið Sindri fjall í bleitinu, þetta var... Já. Æjæjæj. Ég held að það voru 5... Þessi stakkar. Huge, risastórt stakkar. Ég held að það útkomi 5 ult. Öll bæðiliði notaðu öll ultin sín, þannig að hérna eru engin ult í þessu tímfæti. Selum virðast langa að spila mjög aggressív hérna. Nei, þeir bíða, þeir segja við Tröll, komið til okkar, þeir verða að snerta, Tröll verða að snerta. Og Selur bíða bara að leifa bardagan að koma til sín. Sindri næri snerta.
Huge pick frá Gumma. Herri, oh my, það er bara svarað Nei, og myndi. Myndi sigrar Júli. Þetta er 4-4, þeir eru even eins og þeir. Bæði leið geta tekið þetta. Support svona niður. Það fyrir mjög lóð þannig á Chaos Já, líka. þetta verið slítið illa út fyrir tröll. Þetta... Ó, Franki fellur fyrir bombunni, ok. Haffi! Þetta er svo mikið kaos, en mér sýnist selir vera með yfirhöndina, já. Já, þeir náðu að hreinsu. Snorrast þannig með 2 kills. Já. Það blir þá bara. Já, við töluðum hérna... Töluðum áður en leikunum byrjaði að selir eru svona sterkara lið á blaði. Þeir eru sjóðheitir núna, nýbúnir að vinna 3 leiki í röð, unna á móti Dusty, og þeir eru að sýna það í þessum leik að þeir eru sjóðheitir, þeir eru klárlega betri aðilinn í dag. Tröll þarf að finna eitthvað til þess að snúa sig við. Klárlega sko. Já, eitthvað þurfa Tröll að gera til þess að rísa upp, af því einmitt núna eru selir sterkari aðilinn. En það er aldrei að vita. Gibraltar að fyndið map, sko. Það er mjög algengt að ná að halda hinu liðinu bara á fyrsta svæðinu, á fyrsta punktinum. Þannig að mögulega ná Tröll bara að gera það. Sjáum hvað gerist. Ég myndi heldur áfram að brillara eins og hann var að gera. Þetta var samt áhugavert alveg í byrjun leiks. Við sáum Munda fá 3 pick, alveg 3 teamfight í röð, en samt náðu Tröll ekki að gera rosalega mikið. Þeir náðu ekki fullkappa. Það sýnir bara að það er svolítið mikið defensive advantage á þessu mappi. Já, það er í raun og veru ekkert svo langt frá Defender Spawn tilbaka, sko. Mikið er sama myndið á hann. Hvað gerist þið? Nei, Hann fór ekki að grappla upp. Ó! Hann hætti þannig. Herru, Haffi bara tók Andúriel. Andúriel kominn á Echo. Andúriel svoðand á verðinum. Ætla hann skipti henni yfir á Tracer, ég býst við því. Já, hann er góðan, já. Þeir voru að reyna eitthvað cheeky echo pick, en hættu strax við hann. Ó! Gummi! Við sáum þetta fyrir. Kemur Gummi Við Coleman. stáum hann på graflaðinu. Já. Sveiflandi upp í fallegum boga og svo kemur killshotið. Ó, Sindri er í vanda, Sindri er í huge vanda. Nei, hann lifir einhvern veginn. Sindri náði pikki á Gumma á Greencats. Það er risastórt. Ó nei, hann virðist lifa, jú. Hann er með kaos með sér. Já. Franki fjall. Ok, það virðist ganga, það gengur mjög vel hjá Tröllum að defenda eins og er. Eins og ég sagði, þetta er betra mapp fyrir það sem er í vörn. Þetta er auðveldara fyrir varnarliðin. Sindri er þannig rétt við hotnið hjá Andúriel. Er það? Nei, hann er búinn að færa sig núna. Þeir voru bara þannig rétt hjá hvort hennar. Haffi kominn á sína hetju sem er Diva og Franki á Winston. Oh my god, þetta heldur bara áfram. Er þetta ekki veistlan sem við langaði að sjá, Guðni? Jú. Þetta er nákvæmlega. Franki er anti, reynir að ná supportunum. Ó, poppa primal. Ó, þetta er mjög vel spilað hjá Trölla supports. Þeir eru að halda sér hvorum öðrum á lífi algjörlega á móti Franki. Franki getur ekki gert neitt, hann þarf að bakka út. Hann heldur bara áfram eftir supportuna samt. Sindri mætir inn, tekur djúlu við Gumma. Ó, hvern? Sindri lifir með... Nei! Ó, Venom mine. Æjæjæj. Tröll eru samt fleiri hérna og virðast ætla... Já, Selir neyðast til að bakka, það er alveg augljóst. Ok, hvernig er ult staðan hérna? Selir eru að fá bæði support ult. Já, Nanoblade. Mjög stutt í það. Tröll er að fara Nanoblade og það er alveg augljóst. Getur respektið að Genji hérna aðeins? Ójójó, það sem er að. Ó, stíparið. Og hann næður einum! Yfirleitt er bara nóg að ná einum. Hann heldur sér bara á lífi. Hann náði önu og hélt sér á lífi. Það er mjög vörð. Nei! Ó! Gummi! Huge pick frá Gumma. 4-4, hvað gerist hér? Tröll virðast bara vilja spila þetta hægt. Þeir eru bara mjög rólegir.
Þetta er svo mikið reipitog í þessi slagur. Það er bara annar liðið togar og hitt togar fastar. Gæti verið að Young Marco sé í vandræðum núna. Inn kemur Nanomonkey, Frankie boxing. Veit ekki hvert hann á að fara. Hann fer á hægrandi. Er hann sneddina? Nei. Neyður Young Marco niður. Young Marco hlýtur að falla hérna. Nei. Það halda sér lífi. Vel spilað. Og í bakgrunnum náði Gummi Coleman vann aftur í Vidodjúlið. Þeir eru bara að skiptast á þessi tveir bræður hana. Þeir eru að spila sinn eigin leik núna. Aftur Andít. Og aftur Primal og aftur, hann næri gegn. Chaos svaraði aftur Primalinu með þennan rally en það var ekki nóg. Frankie náði að drepa Young Marco í gegnum það, sem er risastórt. Ok, Selur ætla að ná fyrsta punkturinn hérna. Nei, mögulega ekki, eða hvað? Mér sýnist Selur vera með yfir höndina en það veldur alltaf því hver er næst piktina. Happy Mr. Mech, það er huge. Rally frá Greenkachu. Greenkachu. Gaten. Það er engin... Já, Greenkachu er Gaten. Það er engin tilvílun að Selur skama alla með því að fá hann inn sem ringer, sko. Þetta ætti að vera ólöglegt. Ef að hinliðin er ekki að kvart í mótstjórn þá bara skil ég ekki hvað þeir eru að gera. Ég veist að þetta sé allt samkvæmt reglubókinni. Já. Það er bara, í öllum liðum sem Greenkachu eru í, þá tapa þau ekki. Það er bara, það gerist ekki. Herðu, Gummi Coleman kominn yfir að Sombri núna. Já, Young Marco er með Nano. Þeir gætu Nano að inn einhvern. Mögulega bíðast að Sindri fái Blade. Sindri fellur. Selur eru hættulega nálægt í að klára mappið hérna. Selur eru svo nálægt í að klára mappið. Þeir eru með 2 picks. Tröll er að vera desperate hérna. Já, Hafni með 2 picks svarar. Einmitt, Selur neðast til að bakka. Mjög vel gert hjá Haffa. Hann kann það mjög vel að klötsja og þannig að gera hann það bara, eins og vanalega. Kominn Ash. Já, myndir náttúrulega, sérum, myndir á Tracer. Við mistum alveg á því að þeir skipta á Widowmaker. Já, þeir gáðu okkur allavega skemmtilegt sjó. Já. Mjög ánægð með það. Sjáum hvað Gummi getur gert á Asina, ég er spenntur að sjá það. Út kemur Primal frá Frankie Hans Sefur. Hann er alveg að mista líf svo hratt. Einhvern veginn lifir hann. Inn fer hann Nano. Sindri er low. Hann fellur. Út kemur Nano og Affa til að svara. Huge frá Greenkachu. Nei, frá Chaos, sorry. Það fellur enginn, þetta er bara eitt langt teamfight, þetta er eins og gold. Chaos bara heldur áfram. Chaos er on fire á byrkina. Hann er bara, Frankie, farðu við. Frankie, farðu burtu frá þér. Út kemur Rally, Blade í svari. Er það Nano? Nei, jú, skilur það, nei. Skiptir ekki öllum máli. Sindri nær fullt af picks, flott, glæsilegt hjá Sindra. Virkilega flott Blade hann hjá hann. Hann er... Þetta er alveg að klárast. 20 sekundur eftir? Já, eins og ég sagði, þetta er defensively... Það er betra fyrir vörnina í þessu mappi, að mínum mati allavega, og Tröll er að sína það. Þeir eru nálægt í að vinna mappið. Þeir ná að snerta Selur. Það eru nánast engin ult, Haffi með bombu. Selur ná að snerta. Já. Nú þarf að Tröll bara að halda, sjáum hvert að Selur geta... Huge anti! Chaos fellur, út kemur bomba frá Haffa. Gummi fellur, Snors! Tröll eru með risna advantage, ef Tröll vinnur ekki þá veit ég ekki hvað. Já, Tröll er að fara að vinna þetta mapp. Það er 1-1. Þetta er geggjaður leikur. Vá. Selur, já, þarna svöruðu Tröll aldeilis fyrir sig. Sindri með Genji playið. Grísinn, Sindri. Kemur hann. Já, einmitt, við vorum bara að horfa á þetta í leiknum. Þetta var virkilega skemmtilegt, fallegt, vel gjört. Þetta var, já, virkilega flott Genji play, eiginlega bara alveg textbook, sko. Já. Já, það er ekkert nýtt fyrir Sindra að spila Genji, hann er búinn að vera að gera það síðan leikurinn kom út. Ég sagði að hann ætti að fara Genji. Já, þú sagðir það áður en mappi byrjaði. Já. Og hvað gerðist? Sindri spilaði Genji. Og það gekk vel. Og Tröll vann mappið. Já. Þeir náttúrulega breyttu ýmsu og þeir bara vörðust svo vel. Já. Agaðir og já. Þetta er svona típist mapp Gibraltar að einhvern veginn það er oft sem liðir mjög jöfn á því og það er oft liðið sem svona grefur dýpra inn í sig, finnur hérna eitthvað
Finnur það er það hundinn. sem finnur hundinn, Já. hundinn inn í þeim, dog. Dog. Það er oftast liðið sem vinnur, allavega Gibraltar, það er svona, þetta er algjört vibes map, ég elska Gibraltar. Já, heyrðu. Einmitt, og næsta map, hvað heldur þá? Nú er komið að selum, Seli. að velja næsta map. Hvað heldur Kannski farið er Hanaoka. Clash. Já, ég held allavega að selir halda sig fjarri öllu sem kallast dive map eins og Numbani. Já. Einmitt, þeir geta, við getum mynd fólki á, þeir geta ekki valið escort. Af því að Nei. það var verið að spila escort. Gætu tekið eitthvað hybrid, eins og Kings Row. Mögulega, það er náttúrulega Hanaoka. alltaf klassík. Þeir, Varstu ekki að segja það? ég var að segja það, sko mig. Já, þetta er típist. Þeir eru greinilega búin að æfa Hanaoka í drasl, þetta er nýtt map og þeir hugsa já, Já. við ætlum að skjóta hinum ref fyrir rass. Nýtt map og Já. nýtt mód sem heitir Clash, þannig að Einmitt. Núna kemur mér verulega óvart ef selir vinna ekki þetta map, af því að þeir eru örugglega búin að æfa þetta alveg í drasl. þeir kunna þetta eins og handabaki á sér. Já, Þeir gætu farið aftur Junker Queen, já. mögulega. Það er alveg ágætlega var að líklegt að ganga þeir vel fari með. Junker Queen. Mm. Junker Queen og hlaupi bara í hitlið eins og þeir gerðu það á Lijiang. Það var rosalega kaotískt en það virkaði vel fyrir það. Já. Það var rosalega erfitt að fylgjast með því. Já, þeir Já. ætti vandræði með að drepa Franky, sko. Já, Og bara, hann held sér vel á lífi og supports bara held á honum á lífi líka, alltaf. einmitt. Já, já, við erum að heyra það að selir spiluðu síðast Rheinrush. Ok, þannig að, já, þeir gætu vel farið Reinhardt. Það er ekki ólíklegt. Nei. Rheinrush. Ætli þið sleppið þó að spila Tracer. Við erum búin að sjá 100% playrate á Tracer í þessum tveimur leikjum. Já. Gætu farið eitthvað annað. Spurning. Cassidy kannski, eða betur, hvað eru selir búin að spila hérna? Já, mér finnst það líklegt að þið fari örugglega Ash. Virkar Ash Tracer í Rush? Það kemur í ljós. Kemur í ljós. Jájá, og Tröll þurfa að svara. Þeir spiluðu Winston á Lijiang og voru svolítið þrjóskir í því. Dívar var að ganga miklu betur. Já, Þeir ekki bara... já. Ég veit ekki hvort að við megum segja þetta ef Sailor eru að hlusta en Haffi, við vorum að fá þær upplýsingar að Haffikúl hefur aldrei spilað þetta mapp á ævi sinni. Þetta verður fyrsta sinn sem Haffikúl spilar Hanaoka, þannig að Fyrsta sinn í beinni útsendingu. það er stórmerkilegt. Og Haffikúl, fyrirverandi Overwatch Professional, fyrir að fara að horfa á hann spila eitthvað mapp í fyrsta sinn. það er bara gaman að því. Það er alltaf gaman þegar gerist eitthvað svona fyrsta sinn fyrir Haffa eins og að vera squished af Diva Remake. Það hefur margóft gerst fyrir hann. Já, en það fyrsta sinn sem það gerðist þá var nýbúið að buffa Remake hennar og já, hann vissi ekki að því og hann var bara squished. Það var mjög skemmtilegt. Mér fyndi moment. Já, þannig að við förum fljótlega inn í leikin. Við sjáum, ætli við búumst ekki við að Sailor spili Reinhardt Rush Comp. Já, eða Junker Queen. Já, við vorum að heyra það að síðast spiluðu Reinhardt, þannig að mér finnst Já. það töluvert líklegra. Já, Tröll, fyrir að eftir. það er bara spurning hvað þeir spila. Haffi náttúrulega spildi í fyrsta sinn. Kannski fer hann eitthvað Hann notar bara innsæðið sitt. Það verður allt í góðu hjá hann. Hann er með gríðarlega gott innsæði þegar kemur að þessum leik, en það fekk hann borgað fyrir að spila hann. Allan fari ekki í dífa, en við sjáum hérna. Líklega. Ef ég þurfti að veðja, sko. Vinstri hliðinni bláa liðið selir, Tröll eru rauðir. Förum inn í Hanaoka. Nýtt Overwatch 2 map. Þetta er fallegt map. Það er Þetta er- gríðarlega fallegt. Þetta er skemmtilegt mót, mjög svona hratt. Já. Stundum áttar maður sér ekki á því að maður er bara alveg að klára leikinn og allt henni, það er bara 1 punktur eftir. Og Daisy, sko. Þá förum við inn í þetta, heyrðu. Franky Boxen er á Junker Queen. Selir, já, þeir eru að spila Junker Queen, þeir eru greinilega búin að elda upp eitthvað nýtt kompina, ekki alltaf á Reinhardt. Og Tröll Mikið. á dífunni, við Mikið byggum svo sem við því, comfort pick fyrir Haffa. Ok, Sailor aftur á hérna Brick Juno eins og í fyrstu umferðinni, eða á móti í Lijiang. Það virkaði mjög vel fyrir þá. Báðir, það er Ash-djúlið núna, við fengum Viddo-djúlið á hann, nú er Ash-djúlið. Sjáum hvað gerist þar. Selir róteta svona
Hann á bakvið sem. Já, bæði lið og Tracer. Tracer er bara ofsterkar. Allir að spila Andúriel. Andúriel. Hann bara heldur áfram það sem hann hætti í Lijiang og heldur áfram að fá pick. Hann er hryðjuverkamaður í baklínunni. Já, ok, þau verðast lifa hann af. Andúriel fellur. Þau þurft að stoppa hann. Hver er með yfirhöndina hérna? Selir með... Já. Þetta er bara trade hægri vinstri en Selir eru með yfirhöndina. Haffi fer inn. Hann hlýtur að missa mekkina, já. Ok, þeir eru bara að stóla point. Haffi kannski skilur ekki alveg hvernig hann á að spila þetta game mode af því að hann hefur aldrei spilað þetta mapp áður. En hver er ég að efast guðinn sem er Haffi kúl? Já. Ok, Selir virðast ætla að taka fyrsta punktinn, þannig að ég veit ekki, já, Sindri fellur, ég veit ekki af hverju hann var að slakka sjálfum sig svona en hann gerði það. Green Katsu kláraði hann þannig. Já. Þá var fyrsti punkturinn í Garcela. Algjörlega Tröll þurfa að bíða eftir Sindra, hann verður hraður að koma aftur inn á Tracer. Það eru með Kiriko Juno í gangi hérna hjá Tröllum. Já. Oh my god. Kaos. Kaos fellur fyrir hönd. Næstu búinn að sleppa hana. Já. Franky er mættur á svæðið. Þeir veit ekki hvernig þeir eru að díla við hann. Nei, það er bara... Mér sýnist að Tröll eru pínlítið týndir og Selir eru bara að hlaupa í hringi í kringu það. Andúriel. Þetta er svo sem það sem við vorum að búast við. Við sögðum þetta er það sem Selir völdu þetta mapp. Þeir eru búin að æfa sig rosalega mikið á því og klálega. Það sem við byggumst við er bara að gerast. Selir eru með yfirbörði. Já. Þeir eru eftir að kappa 3 sinnum. Já. Það þarf að Tröll að fara að ífa sig aðeins. Ífa sig upp. Já. Ekki deyja. Tröll þurfa að gera það sig í brók. Tröll eru með alveg mörg ult á leiðinni hérna. Selir sömu leiðist. Þetta verða mjög mikið ults notið í þessu tímfæti hérna býst ég við. Út kemur rally. Ég var að búast við rally fyrst. Hjút þykki á gumma. Allt í lagi. Allt í lagi. Tröll nota nokkur ult. Bara pulsbomb og bob og virðast alltaf að vinna fætið með því. Sindri fellir fyrir hönd Franky. Ok. Selir hljóta að bakka hérna. Selir eru mjög djarfir. Þeir bara fara inn í fætið. Franky fyrir inn. Þeir eru þrjóskir. Hann fellir fyrir þetta. Já. Já, það getur náð hérna snárs hérna. Hann er bara stakkur í saman sér. Já, allt í lagi. Nú þurfum við að Selir bara hann að... Það ætti Tröll að ná þessum punktir hérna, númer 2. Já, það er ekki endilega víst sko. Selir þurfa að safna sér saman og þeir geta snert punktinn. Flott pick hjá Gumma Já, gríðarlega gott. Og Andúriel er að hrekkja allavega þannig. Og Kaos veit ekki hvað hann á að gera. Þetta er báðir support. Ég tek aftur tilbaka það sem ég sagði. Hvað sagðirðu? Já, þú tekur það tilbaka. Ég held að Tröll myndi taka punkt nr. 2. Já, nei, það... Hvað var þetta? Það var skrítið. Selir komu inn með hefnd í hjarta. Þeir voru ekki sáttur við að tapa einu punkti. Núna... Já. Selir virðast vera mjög ákveðnir að vinna þetta mapp. Enda völdu þetta mapp og eru greinilega mjög... Þetta er þeirra heimavöllir, þeir eru sterkir hérna. Selir eru með Franky ult, eða meina Queen ult. Franky ult, já. Það væri kannski góð hugmynd að spekta þetta Queen hérna, að sjá hvað hann gerir með þessu. Þetta gæti verið risastórt. Haffi kominn á Ramakra. Nákvæmlega. Veist þetta mjög fyndið. Mér finnst að Oversteps ættu að nefna eitthvað Franky ult núna. Ok, Selir eru bara með eitthvað stratt hérna. Þeir gefa bara punktir, þeir reyni ekki einu svona að fæta. Áhugavert. Þeim greinilega líst bara betur á hinn punktin. Já. Við sjáum þetta svipa stratt í hérna leik okkar við Berserki daginn. Þeir gerðu svipað. Já, innferð Franky. Spurning hvort hann últar hérna. Hann hlýtur að últa. Já, huge ult. Mundi hlýtur að falla. Já, hann fellur. Franky mættur í baklínuna. Hann er að rústa þeim. Franky mættur til leiks. Hann ætlar ekki að sitja ráðalaus á meðan Selir gera það sem þeir vilja. Já, ég meina Tröll. Já, hann vil ekki leyfa Tröllum að gera neitt hana. Já, ég bara er að rugglast hérna. Já. Herru, þetta er allt orðið jafnt hérna. 3-3. Nei. Nei, 4 hana. 4-2. Ég er bara kolrugglaður hérna. 4-2. Tröll eiga litla von. Því miður. Match point. Já. Síðasti
Síðasti sem að selur Selur eru með risastórt últatvæði. Selur eru með bæði support últ. Þeir hljóta að ná einhverjum picks hérna. Hvenær kemur út rally? Ekki alveg strax, það hlýtur að koma hérna. Reaper. Nei, ok. Selur eru mjög þolinmóðir. Þeir bíða bara og bíða eftir rétt tækifærinu. Hérna kemur út rally og áfram fara þeir. Huge speed boost. Ok, Tröll standa fastur á sínu, Sindri fellur samt og myndina er pikk og Tröll alls ekki hættur, Haffikúli mættur inn með últ. Gringulsi últar líka sem Juno. Út koma nokkur út, kannski sjáum við Kiriko kom út líka nú, ok. Selur neyðast til að bakka, Tröll virðast, þetta gengur vel hjá Tröllum, þeir eru að halda. Út kemur Bob. Tveir Bob. Bobs. Ok, Tröll taka punktinn. 4-3, þetta er ennþá æsir spennandi. Ef Tröll taka næsta... Mundi! Mundi þó. Ouch! Ok. Hörður, já, ok. Já, Selur voru þolinmóðir en Tröll voru líka þolinmóðir. Já. Nú er þessi punktur er alveg að fara að opnast. Það er komin hitt í leikinn, sko. Það er komin svakalegur hitti. Tröll eru með ult advantageið. Þannig að mér sýnist allt stefna í það að þetta verði 4-4. Má ég minna ykkur á það, þetta er í fyrsta sinn sem að Haffikúl spilar þetta mapp. Andúriel, Chaos. Útkoma fullt af ult, fætið er byrjað. Er þetta stórt? Þetta náði bara Sindri fellur. Þetta lítur ekki vel út fyrir Tröll. Selir eru að fara að taka þetta hérna. Já. Mér sýnist bara Selir vera með þetta í hendi sér. Þannig að við erum að fara í 2-1 hérna. 2-1 fyrir Selum. Það er alveg að fara að gerast hérna. Þannig að. Og 2-1. Svo sem skiljanlegt að Tröll náðu ekki alveg að vinna þetta. Það sem að... Nei. Greinilega ekki bara að æfa þetta mikið. Það sem að... Haffi... horfum á plöðu geimfistina. Frankie Boxing. Frankie. Á Queen. Já, akkurat hana. Grísleiksins. Já, þetta var risastórt, það var gaman að því að við erum búin að fá 3 grísa, 3 mismunandi, það er engin að taka yfir. Já, stundum gerist það, svo sem ekki mikla líkur þegar það eru 12 í hverjum leik. En Selir unnu þetta mapp, hann og Oka. Þrátt fyrir það að Tröll náðu 3 stigum sko, þeir börðust alveg. Mér finnst alveg mjög flott hjá Tröllum. Virkilega flott, já, þetta var bara aðeins sterkar hjá Selum. Þeir hafa eftir þetta. Þeir eru góður á þessu mappi og... Einmitt. Það sást algjörlega að Selir voru þaulæfðir í þessum mappi. Þeir hérna... það var allt einhvern veginn útreiknað hjá þeim. Algjörlega. Þeir gáfu bara Tröllum einhverja punkta. Já, þeir gáfu Tröllum allavega einu sinni. Já. Og síðan einu sinni þá... svona voru þeir rosalega þolinmóðir, þeir voru ekki að rusha inn og þá náðu Tröll þeim punkti en það var bara líka út af því að Tröll voru rosalega þolinmóðir og þeir voru ekki að gera einhverjar vitleyslur í einhverju græðgi sko. Þannig að Já, það er alveg auðlust, þetta er bæði mjög vá. Þeir eru ekki lengi að þessu sko. Tröll eru í góðri æfingu, strax búin að velja Numbani, við sögum þetta áðan. Hvað sagði ég? Góð dive maps. Gibraltar og Numbani. Þetta er alveg klassíst. Hvað gerðist síðast þegar Tröll völdu mapp? Þeir unnu það. Já, unnu þeirra. Nú er aftur að gerast. Tröll velja Numbani. Þá eru ágætis líkur á þeir vinna. Þetta gæti vel farið í úrslita mappina í 2-2. Og þá minnum ég að ef það gerist þá verður þeir að velja Control. Já, síðasta er Control. Þannig að þá eru Tröll, ef að Tröll vinna þetta mapp, þá er einhvern veginn Selir neyðast til þess að velja Control mapp. En förum við þá brúður að kemur að því. Byrjum á Numbani. Það er allavega að Tröll eiga það gríðarlega erfiða verkefni að þau þurfa núna að vinna Seli á Numbani. Já. 1 stig í viðbót fyrir Seli og þá er leikurinn búinn. Já. Þannig að, já, þeir verða að taka þetta. Það var klárlega ekki auðvelt fyrir Tröll að vinna Seli á Gibraltar. Nei, þeir þurftu að vera mjög aðeir þar. Já, og bara rétt svo unnu. Mappið hefði getað farið í hvora áttina fyrir sig. Já, þetta var svo close. Þannig að sama gæti gerst aftur inn á Numbani.
Ég ætla hann að búast við að þetta verið spennandi, hörkuslagur, mikið af dive sem virðist vera það sem tröll vilja spila. Já. Þeir prófa að spila Ramatra síðasta punkt. Svona þægindaraminn kannski. Já. Já, það tók aðeins ram. Einmitt. Það voru kannski ströggla á móti æfiðum selum á hérna Junker Queen. Á Junker Queen kompinu og það væri áhugavert að vita hver pælingin að SAF þeirra var að fara ram, en við getum spurt það í viðtalinu. Já, ef við fáum viðtal. Einmitt. Ekki alveg víst, en skál í bótt. Já, einmitt. Þeir fóru ram og Mei geta verið mjög góð á móti Junker Queen. Já, og það hefði kannski verið góð pæling að kannski hefði þeir þurft að fara alla leið fara Mei, en það kemur bara í ljós. Við allan erum ekki búist í þessu að Junker Queen næst. Þetta verður mikið Diva, mikið Winston, af því að það eru dive-tankarnir sem eru mettaði mitt núna. Tracer, heldur að Widow? Kannski, nei, ég varst það, ég hugsa frekar Ash. Já, Widow ekki hefðbundin á fyrsta punktinum. Ég sagði þess að sama Gibraltar, en það var líka rugg, þeir spiluðu bara Widow. Það kemur bara í ljós. En já, kannski minni líkur að við sjáum Widow núna. Þá fyrir við inn. Kannski, kemur Nobody. Þetta svolítið svona, fólk hefur mjög skipta skoðanir á þessu mappi. Sem bara mjög hrifnir, aðrir hata það. Já. Ég frekar hlutlaus með þetta. Þú veist, já, það kom ekki svona sterkar tilfinningar þegar það poppar upp, en nákvæmlega áhugavert hversu skipta skoðanir. Ég elska þetta mapp. Sumir hata það, Brynn Killius, vinur minn, hatar þetta mapp. Shout out. Allavega, selir, Nei, ok, ég sá Frankie Boxing á Rhine og ég sagði Það sjáum við Eevee sem bjóð til Orisa. Selir velja að verjast eins og áðan á Gibraltar. Mundi á Widow akkurat núna. Mundi ætlar að rúla út á Widow, Gummi á Ash. Hann ætlar að reyna að fá eitthvað skemmtileg pick. Bæði lið á Echo. Bæði lið á Önu, svo Brygg Kiri, sitt hvora megin. Brygg á defensuna, mega sense. Sindri, Sindri fellur hana. Sindri verður að hugsa í tvisvarum áður og spilar Echo á móti Gumma Kolman Já, Ash. ekki sína hausinn á þér. Sindri hugrakkar en ég, hann ætlar að halda áfram að spila Echo á móti Gumma Kolman Ash, ok. Já, Andúriel líka á Echo. Já. Tekur Mundo og Chaos tekur Andúriel á móti. Já, Pix báði megin, það er 4 á móti 4 mína. Spurning hvort að Tröll geta gert eitthvað með það. Þeir vilja náttúrulega rush inn hratt. Afí setur smá pressa á punktinn. Já. Hann bara að dúala Frankie. Sindri fellur og Gummi fellur. Þetta eru treið hægri vinstri hérna. Haffi heldur Mekk. Mun hann halda Mekk áfram. Haffi, og Frankie mjög lár. Hann með Tröll virðast að taka hennar punkt. Ok. Já. Haffi mættur, hann bara byrjar að elda með henn hægri vinstri. Já. Þetta grisastórt anti. Já, Monkey getur ekkert gert nema beðið, ég meina vinstunum minna Frankie. Tröll bara að taka punktinn, frekar léttilega því að, já. Vel gert, Chaos bara on fire á Kirikóðina. Einmitt, nú pínlítið það að gerast það sem við byggum stuðið. Tröll völduðu mapp og þeir eru að sigra þetta mapp. Þeir eru mjög sigurstranglegir akkurat núna, já. Já, boltinn þeirra er allan á rúlandi og Selir þurfa að byrja að rúla sínum bolta. Andúriel hérna sniglast eitthvað. Tröll veit ekki af honum. Tröll veit af honum, Tröll veit af honum. Þeir fundan. Nei, þetta var slæmt stakkar fyrir Seli. Æja. Já, en kemur hann fljótt. Einmitt. Selir bara að byggja upp ult sena. Mér sýnist Frankie, hann langar að fara inn með Primal. Hann fer beint á punkt. Elda Young Marco. Ekki fellur Young Marco. Vá. Ok, Tröll eru farin í baklínuna. Þetta eru enn og aftur treytaður, bara hægri vinstri. Ok, Tröll eru með yfirhöndina. Vá. Aumingja Young Marco, honum var fórnað til þess að vinna teamfightið. Frankie er ennþá á payload.
Auðvitað tröll fá ekkert progress á payloadið á meðan hérna... Aha, nei! Frankie, why? Rangi, hvað það gera maður? Hann kemur aftur. Emmett reynir að ná Echo, mér sýnist hann bara að vera að fýta útstjart og ekki mikið meira en það. Inn kemur Nano. Kemur hann? Og auðvitað, það er verið að búlja Young Marco hérna. Ok, copy á Winston af Syndra. Já, Selir er að gera nóg til að halda, já. Þetta er mjög kaotískt en Selir gerðu alveg nóg til þess að halda tröllum í skefjum. Nokkur ult sena, Young Marco er með Nano Boost á attackinu. Boostað með Rally, eða Greencut sem er Rally, yfirleitt er Rally bara game fight winning ult, þannig að sjáum hvort að Selir geta unnið með bara það. Sindri var anti þarna. Hérna hlýtur Nano að koma. Jáp, Nano og Hafa cool. Hann er fleilaður í burtu, Hafi getur lítið gert. Sindri er low, hann hlýtur að falla. Nei! Ó, jú, Sindri fellir samt. Já, Selir er að gera alveg nóg. Selir þurfti þó að nota Rally eins og þú sér hérna. Stakkirðið? Nei. Ói! Greencut fellur. Já. Ó. Coached í gegnum Matrix, ok. Hafi eitthvað að tjá sig í tjattinu. Selir mögulega þurfa að bíða aðeins eftir Greencut hérna, hann er lengi út á spót.